Nytsamar örverur eru örverur, pínulitlar lífverur, aðallega bakteríur og sveppir, sem við höfum eitthvað gagn af, hjálpa okkur eitthvað. Örverur til dæmis stuðla að rotnun. Án örvera þá væri engin rotnun og þá myndi hringrás lífrænna efna stöðvast. Þá myndi bara allt fyllast upp af hræjum og lífræn efnin færi ekki aftur niður í moldina og út í vatnið og út á suður þar sem að aðra lífverur nýta það. Heldur myndi bara lífræn efnin klárast. Þetta eru líka ákveðin frumefni sem eru mjög mikilvæg í hringrás lífrænna efna eins og til dæmis nitur og kolefni sem eru nýtt aftur og aftur og aftur. Við notum nytsamar örverur líka í skólphreinsinstöðvum. Þar eru örverurnar notaðar til þess að brjóta niður skólpið og svo er þetta látið setjast og þá er þetta að fleyta vatninu ofan og hella því bara út í næstu á eða út í sjó og það sem verður eftir er hægt að bara í raun grafa eða urða. Þannig eru loftfirrtar bakteríur eða loftfirrtir gerlar, það er að segja gerlar sem þola ekki súrefni og gera þetta í súrefnissnauðu umhverfi, brjóta þetta svo niður. Örverur eru líka notaðar mikið í matargerð, til dæmis í mjólkuriðnaði við að búa til skyr, osta, jógúrt, bara ákveðið mismunandi örverur sem eru notaðar til þess að búa til mismunandi vörur og ferlið á bakvið það er misflókið. Við notum örverur líka þegar við erum að brugga eða baka. Þá eru það yfirleitt sveppir sem eru notaðir. Í bakstri nota ger. Ger er ekkert annað en gersveppur, einfruma sveppir. Þeir borða pínlítið af gerinu, við það gefa þeir frá sér koltvísýring sem að myndar loftbólur í gerinu og þess vegna lyftist það. Og verður mikið mýkra því það er allt í loftbólum. Ef það væri ekki fyrir gersveppina þá er það grjóthart. Við getum líka notað nytsamar örverur til þess að búa til lyf fyrir okkur. Og þá er jafnvel notuð erfðatækni, það er að segja, það er tekin bútur, ef þetta er erfðaefnið úr bakteríu, að þá er sett inn í það bútur af erfðaefni úr einhver annarri lífveru með upplýsingum hvernig á að búa til eitthvað lyf. Og þannig er þetta að fá bakteríuna til þess að búa til lyfið. Það er miklu einfaldara heldur en að vera að ná þessu úr einhverjum öðrum lífverum því það er auðvelt að rækta bakteríur í stórum töngum og það er hægt að fá þannig mikið magn af einhverjum lyfjum sem við þurfum. Lyf sem eru búin til á þennan hátt eru til dæmis insúlín, vaxtarhormón og fleira í þá veruna. Þannig að bakteríur hjálpa okkur heilmikið. Það eru líka bakteríur í meltingarfærunum okkar og í meltingarfærum allra dýra. Án þeirra þá gætum við ekki melt matinn, þær hjálpa okkur heilmikið og í raun þá eru fleiri bakteríur á líkamanum okkar heldur en það eru frumur í líkamanum.